Við erum velkomin í Bíóbílinn, það Arnór, Heimir og Knútur hér á ferð og við fórum á Fusa eða Virgin Mountain eins og hún heitir á enskum og þetta fjallar, bara beint í söguþráðinn, þetta fjallar svolítið já bara svona hreinan söguþráð, ég ætla ekki að fara neitt djúpt út í þetta. Þetta fjallar bara mann sem heitir Fúsi, fósturpappans, ef maður getur sagt eða stjúppappans, jú það líklega stjúppappans, svona hann skráir hann á svona cowboy námskeið, Línudans námskeið og eftir námskeiðið sem hann í rauninni vill ekkert fara á, hittir hann stúlku eða konu réttara sagt sem leikinn af Vilmi Kristjánsdóttur og hún svona heillar hann einhverju hluta vegna og hann skutlar henni heim og þau verða svona þróast ákveðið vinasamband og við ætlum ekki að segja meira því að í rauninni sagan hún fer á ákveðna staði sem maður kannski bjóst ekki við og hún svona snertir ákveðin mál sem maður í rauninni fær ekkert fram með því að horfa á trailerinn eða einhverjar aðrar sagnir myndina þannig við ætlum ekkert að fara neitt lengra. Nei. Við mælum bara helst með það að þið kannski hafið bara á trailerinn ekki kannski lesa myndina sjálfa út af því hún átti alveg að koma óvart. Ég mæli allavega með því. Mér fannst persónulega leikurinn mjög sterkur hjá leikurunum, bara mér fannst allir í myndinni góðir. Það var engin svona lélegur eða að sýna slæma leik, það voru bara allir mjög góðir. Og þá kannski aðaleikarinn Gunnar Jónsson, hann bara virkilega góður. Og mér finnst til að hann og Ilmur Kristjánsdóttir, mér grunar að þau verði sterkir kandidatar fyrir Edduna núna. Já, þetta Þau eru bæði bara, sérstaklega Gunnar Jónsson, það sést svo mikið bara innra lífið hjá honum og hvað hann að hugsa og hann hefur svo sterkar skoðanar hlutum, bara virkilega flottur leikur hjá honum. Hann bara mjög mannlegur í þessari mynd. Hann sýnir mjög sterkar tilfinningar bara á svipurinn sínu og með leiknum sínu. Já. Arnar Jónsson mjög skemmtilegur í aukahlutverki. Hann er í þessari mynd, hann leikur stjúpabbann. Já, leikur stjúpabbann, já. Og Sigurjón Kjartansson líka, mjög hælilegur og svona. Hann leikur vin hans Fúsa. Og við erum ekki búin að minnast á það en Gunnar Jónsson leikur Fúsa. Já. En það var mér líka mjög gaman að sjá leikara sem ég þekki persónulega eins og Sigrúnu sem var fyrirverandi deildarforstjóri í Kvikmyndaskólanum og Móniku, þau voru mjög góð ef þau eru að horfa á þetta, þeir stóðu eitthvað vel. Hæ! En já, svo fannst mér kvikmyndatakanum virkilega flott. Já, Dagur Kári, hann leikstýr og skrifaði myndina. Dagur Kári er leikstýrinn. Þetta er mjög fámæður. Hann leikstýr myndir eins og Nói Albino og The Good Heart. Já, The Good and the Old Heart. The Good, the Bad and the Old Heart. Það voru nokkur skot eins og svona, það voru ákveðin loftskot sem ég man ekki koma kannski þrisvar sinnum, mjög falleg skot og svo voru oft svo skoti í gegnum hurðar einhvern veginn. Það var mjög svona flott í ramman. Svona við erum fyrir utan herbergið ef við erum að gerast eitthvað tilgerðarlegar en ég held að sé bara út af aðstæðunum sem þarna. Það ekki beint sérstaklega stór gangur þannig að kannski myndskotin koma aðalega þess vegna. Já, persónulega fannst mér þetta bara mjög góð mynd. Já. Sammála. Og veitir manni mjög mikinn innblástur sem kvikmyndageramann, sem kvikmyndageramanni af því að þetta er Ísland, það er... Þetta er einföld mynd en hún samt segir svo margt einhvern veginn á saman tíma. Þetta er ekki það að fá ekki neitt mikið í þessa mynd, það er bara einhvern veginn finnst mér eins og hann notaði það sem hann átti einhvern veginn, svona það sem hann þekkti til og einhvern veginn sauð saman eina sögu úr því, en Sko, ef ég þyrfti að lýsa þessari mynd með einu orði, við getum kannski farið í svona hring og rætt það, en ég myndi segja að þessi mynd, hún er fyrst og fremst falleg. Hvað var sögutráð, myndatakan og klippingin er mjög róleg og Þetta er mjög svona þroskandi saga, þetta er svona þroskasaga. Þetta er alveg, mér finnst það líka vera svona karakterstúdía í rauninni. Það er svolítið svipuð pæling og í Taxi Driver, þar sem maður fylgist með Travis Bickle og maður svona kynnist honum í rauninni og hann þróast í ákveðna átt. Þetta er svolítið svipuð hugmynd, náttúrulega, já, á allt annan hátt. Það er basically bara verið að skoða, hvað gerði hann að þessum karakter, hvað gerist í lífið hans án þess að segja, beint út hvað gerist. Það er verið að skoða samband hans við móður hans og svona sambönd hans í fortíðinni, vinasambönd og svona. Já, vinasambönd og þannig og já,
hvað gerist í vinnuna hans og Já, þannig. einmitt. Svo við erum bara eiginlega að fylgjast með lífi hans. Já, hann vinnur akkurat við að afferma flugvélar. Já, ferma og afferma. Ferma og afferma flugvélar. Já. Export and import. Já. Yes. He's an exporter-importer. Þessi mynd, hún fjallar svolítið svona bæði þunglindi, bipolar, einelti jafnvel, þannig að þetta er mjög, eins og við segjum, þetta er mjög þroskandi saga og það sem að hann Dagur Kári gerir mjög vel, ef við byrjum þetta aðeins við fyrri myndir sem hann hefur gert, til dæmis eins og vorum að nefna áðan, The Good Heart, að hann er mjög góður í því að fjalla sambönd, svona venjuleg sambönd á milli manneskja. Já. Kannski svolítið eins og Mark Webb er líka frægur fyrir að gera, hann svona nær að búa til virkilega góð sambönd og svona mjög trúverðug sambönd á milli manneskja og hann á mjög gott skilið hann Dagur Kári fyrir það að gera svona mjög trúverðuga persónur og trúverðug sambönd. Já. Og þetta er ekki beint svona fullkomin sambönd, það eru ákveðin svona strit í samböndunum. Já. En það er verið að vinna úr þessum flækjum. Það er svona að segja að þetta séu svona trúverðug sambönd. Einmitt. Ég meina að það er engin fullkomin. Það er ekkert fullkomin þetta sambönd við þessar manneskjur sem er í samböndunum. Svo, já. Það er spurning hvað maður getur sagt. Það er ekki bara að fara út í einhvernir. Já, þetta er ekki mjög svona glaðlegur bíómynd út af þessi mynd. Hún er svona, þetta er svona Þetta er þroskandi mynd. dramedy, þetta er þroskandi dramedy. Hún er fyndin og hún er Á gráti broslegan hátt. Já. Hún er alvarleg eiginlega, en á sama tíma... En samt fyndin á sama tíma. Já, samt fyndin á sama tíma, hún er mjög fyndin. Kannski svona fyrir helmingurinn og svo verður þetta svona meira alvarlega þegar líður á myndina. Já. Og svo svona, já, kannski það fyndnasta við myndina það er öll þessi svona vandræðilegu samskipti og Já, Mikið af þeim. Já, svolítið eins og í The Fly með Jeff Goldblum. Já. En ef við förum yfir í einhvernir eins og það stinga upp á, ég er mjög mikill aðdáandi af honum Daga Kára og líka Óskari Jónassyni, minnir hann, Óskar Jónasson. Þetta eru svona þeir tveir íslensku leikstjórar sem ég mjög alltaf mjög gaman að sjá myndir eftir og þeir kannski gera náttúrulega ekki eins mikið af efni eins og ég myndi vilja en það er náttúrulega mjög sjálfselsk svona skoðun sem ég hef. Bara út í ég vil sjá svo mikið efni frá þessum tveimur leikstjórum og ég er mjög glaður við þessa mynd og ég ætla að gefa þessari mynd 4,5 fyrir það að í rauninni búa til mjög skemmtilegan heim og líka mjög dabran heim en heim sem ég trúi alveg að gæti verið til og örugglega er til. Já. Og þessar persónur eru bara mjög skemmtilegar. Ég ætla ekki að í rauninni tala neitt meira þannig ég ætla bara að gefa henni 4,5. Okay. Vilt þú? Já, ég ætla að gefa henni 5. Bara 5 stjörnur út af því ekki bara þessi mynd mjög þroskandi á sama tíma er mjög gaman að fylgjast með svona þróun sambands karakter Gunnars og Ilms í myndinni. Þetta er einmitt bara að finna að skoða svona bara líf Fúsa einhvern veginn og að fylgjast með honum. Við eiginlega bara fylgjumst með honum gegnum alla myndina og það sem ég finnst svo gott við leikinn hans Gunnars er það að hann það er í takt við myndina, hann sýnir tilfinningar sína á svo svona Margbreytilegan hátt. Já, á svona hvað segi ég, svona subtle hátt einhvern veginn. Já, akkurat. En samt er svo auðvelt að lesa af honum án þess að það sé verið að eiginlega mata tilfinningar hans onni í áhörfunduna, sko. Basically bara mikið innra líf í gangi hjá honum, sko. Já. Það er að segja að maður sér að hann er að hugsa svo mikið, sko. Hann er að nota kannski, ég veit það ekki sjálfum, kannski hann að nota eitthvað úr sínu eigin lífi, það að segja í þannig leik sinn, ég veit ekki. Hann er bara mjög góður leikari og það er gaman að sjá mynd svona öðruvísi manneskjur sem að er ekki endilega picture perfect, þú veist, eins og í mörgum myndum, þú veist, alltaf að falla af fólk. Það er gaman að sjá einhverja raunverulega mannesku í svona stór íslenskri bíómynd, svona alvöru svona líf einhverja mannesku, þú veist, ekki það, þú veist, þetta sé líf Gunnars, en þú veist, hann hefur bara náð að búa til svo raunverulegan karakter og svo heildstæðan karakter. Já. Og pluss það, bara handritið er mjög gott og það er gott flæði í þessari mynd, það er mjög rólegt, það er róleg klipping og myndatekan er mjög falleg, þú veist, ég er mjög sammála Agnar, þetta er mjög falleg mynd og stundum á ljótan hátt, en þetta er samt falleg mynd, myndi ég segja, svo ég gef henni 5 stjörnur. Já, ég er bara mjög sammála ykkur báðum, mér finnst það virkilega góð mynd, en hún reiðir sig svolítið á leikinn, svolítið aðalega,
Ég vil koma líka eitt inn á að hljóðið mjög gott. Það oft í íslensku myndum sem að hljóðið ekki nógu gott. Maður heyrir eiginlega fólkið, þú veist, maður heyrir hvað fólkið að segja, Já, þú veist, og skilur hvað það að segja. Mér finnst frábært hvað hljóðið var virkilega gott í þessari mynd. Ég þurfti aldrei að, þú veist, halla mér einhvern veginn og hvað sagði hann, og þú veist. Og það muldrar mjög lítið í þessu. Já, samt náði að tala á eðlilegan hátt, þú veist, það var samt ekki svona talað rosalega skýrt, þú veist, það var bara að tala venjulega, en maður heyrði það því að bara hljóðvinnslan og hljóðið, þú veist, bara mjög gott í myndinni. Plús það að kvikmyndatakan eins og allir búin að tala með mjög falleg, myndin sjálf bara rosalega falleg og ótrúlega vel leikinn. Það var eitt sem svolítið skemmtilegt að koma inn á er að það voru einhverjir krakkar í bíósalnum, eða krakki heldur kannski, en ég heyrði alltaf sko, hvað er hann að gera núna? Þú veist, og hvað er hann að fara að gera? Það er greinilega krakkarnir að vera líka sko spenntir, þú veist, þeir eru líka með þessi alveg engaged sko. Þannig að það þýðir, þú veist, og þetta er mynd sem ætluð fullorðnu fólki sko. En það segir svolítið mikið gæði myndarinnar. En hún samt svona svolítið safe, þannig séð. Það ekki það mikið svona, ég myndi ekki segja að þetta var svona bönnuð 16 sko. Nei, já, hún er ekkert svona ljót þannig. Tops. En já, eins og ég segi, það er bara að koma inn á allt sem við ætlum að tala um, þannig að mér finnst það bara að vera frábær mynd og ég ætla að gefa henni 4,5 stjörnu líka, bara, ég mæli eindregið með þessari mynd. Horfið á þessa mynd, bara, ef þið viljið sjá góða íslenska dramatíu, bara horfið á þessa mynd. Já, þetta er svolítið svona karaktermynd, af því að við fylgjumst með þessum karakter og myndin svolítið bara um hann, en hverjum líkar ekki við að horfa á mynd sem fjallar svona underdog í lífinu, þú veist. Það mjög auðvelt að tengja við það einhvern veginn. Byrjaði að ráðuna dálítið, það að leggja stað fyrir frá okkur. Já, og þetta sko, eins og segja, við erum allir búin að gefa svona kannski okkar punkta varðandi myndina og þetta í rauninni Fúsi, ef við hugsaum aðeins út í hann sko, Fúsi svona, þetta mjög stór maður og hann með jafnstórt hjarta, hann enda svolítið mjög viðkvæmur inn í sér og hann svona introvert og hann feiminn. Og í rauninni að hann lifir svolítið á áhuga málum, að það er að segja að hann í vinnu, svo sinnir hann áhugamálunum sínum og svo fer hann bara að sofa og þannig er dagurinn hjá honum alltaf. Þangað til hann hittir í rauninni Ilm eða Sjöfn eins og hún heitir í myndinni. Og þá í rauninni hún verður svona þetta nýja áhugamál hjá honum. Þannig að í rauninni þetta, á þess að gefa mikið, þetta í rauninni verður ekki beint svona ástarsamband beint heldur meira svona eins og áhugamál hjá honum út af því að það er náttúrulega það eina í rauninni sem hann hefur í lífinu. Það er áhugamál, þannig að hann svona fer og færir sínar hugmyndir það hvað hann á að gera í rauninni yfir á hana. Þetta er líka þannig að karakterinn hans, ef fólk sýnir honum umhyggju þá mun hann bara sýna 1000-falt tilbaka ef við lærum eitthvað á myndinni. Hann ekki dæma bókina að kafunni. Við sjáum það samtalenu að okkur svolítið andum karakteri núna, það segir hvað myndin góð sko. Þannig að þú veist, hún nær þér strax, þú heldur strax með karakterinum í rauninni. Það er það sterk karaktermynd. En já, þannig að við mælum bara eindrið með Fúsa. Bara vel gert af ykkur. Já, mjög vel gert. Við vonum að fá eitthvað gullstyrtu fyrir þetta. Helst svona meters hafa. Já. Allavega þá býst ég við að við kveðjum bara héðan og eins og segi, við getum sagt hvað næsta mynd og það meira að verður gestur í þeim bíóbíl. Hvaða gestur verður það? Kemur óvart! Já, ok. Já, kannski. Það nenni enginn að við munum fara á Inherent Vice og það hefur svolítið erfitt að finna í rauninni bæði sýningatíma og stað sem við getum farið á. En við loksins fundum og gátum snellt niður dagsetningu og stað til þess að geta horft á hana. Þannig að fylgist með því í framtíðinni. Og á ég að segja bless? Já, við ekki að segja bless. 1, 2 og bless!